Já, verið velkunni hjamma.net á laugardegi klukkan 10:00 náði ég að ræsa þessa út. Ræsa? Menn löngu vaknaðir hérna. Ég kom að fótboltamóti í Garðabæ, ég frosinn. Blöð byrjaði að væla, Gilsar að mættur þetta sko, ég mætti hálf eins og þú sagðir. Hann mætti fyrstur. Já. Og ég var samt downtown til svona 2:30 í nótt. Já. Gamli skólinn. Já. 2:30 Þegar þú varst með snuð í nótt, þá var ég ráandum bæinn. Og hver mætti hérna fyrstinn? Til að forðast miskilning þá var ég að koma að utan í gær. Ég ætla að útskýra fyrir mig. Þú veist, ég hef alveg verið dekkri en það var svona smá litur í mér. Jú, fullt að lit, þú sér það alveg. En til að forðast miskilning og færða myndaðalinn og Gilsarann, þá var hann ekki að koma utan í gær, en hann samt eiginlega brúnast í maður. Hann vel tannaður, en það brungu kremið. Það verður bara komið stað. Málega, þú þarft ekki að fara í sól til að fá ten í dag, Mækari. 2026. Það fokkin 2026. Það ferð í klefa. Það sem það sprautað á þig voluptuous tan. Já, ég get lofað eitthvað því, þegar ég stóð þarna á stjörnuvellinum maðan, ég held að þetta, ég var að koma á fótboltamóti með syni mínum, ég held að þetta var inni, byrjaði náttúrulega að keyra á vitlaus stað, fór í miðgarð, Já, ég held þetta, við erum á morgun, ég og Gilsar með þessu mótið mitt, ég held þetta væri inni, sko. Sér bara andleituð hann, ég bara í rugl. Ég hef ekki séð einstæðar þetta væri úti. Strákar, þetta er það furðulegt. Þetta er ótrúlega sögur frá ykkur. En það er eitt hérna. Sko, við ætlum að fara östuð í eitt. Byrjum á hjammanum, er það ekki? Byrjum á hjammanum og sjáið þetta. Sexy á svona mynd. Já. Þetta er svona maður sem að treystir. Bendir í kameruna og gerður það til Tyrkland. Þetta er... Það vantar ekkert mikið upp á það síðan. Alveg sama hvað þú var að segja við mig þegar þú ætti að benda þarna. Ég myndi hlusta. Er það ekki? Þú líka Lúkas svona coach, svona þjálfari í sjötta flokki kalla, svona reiður og... Reiður þjálfari í sjötta flokki kalla. Hvað er að gera það núti? Hann er á síðustu 2 leikjunum og hann veit það. Það er verið að fara að reka hann. Og það kom upp leðilegt atvik þar sem hann reyndist. Og setja í vesti þessa barnaníðingur, sko. Ég tek strax eftir því þarna að þetta er nú ekki alveg rétt. Nú? Nei, ekki og ég hef tekið þátt í þessu. Nú. Ég setti að Newcastle myndi vinna Bournemouth. Ég ætla að elda þetta samt að ég kom með núna. Ekki að Bournemouth myndi vinna Newcastle. Það gerir þetta eiginlega bara skemmtilega. Já, en ég bara Bournemouth er ekkert að vera að vinna Newcastle. Newcastle er að fara að vinna en leik. Það er rétt hjá Mækan. Ég líkar hættu við að verða ekki yfir 3,5 mörk hjá Manchester United og Chelsea. Já, það vantilega nafninu eða eitthvað setti það, einhvern sem að detti, einhvern sem er aldrei hjá, sko. En ég vil bara mitt detti og ég var ekki með Hvað er hámarkið á Hjálmann? Hvað það er ekki, hámarkið á Hjálmann er 50. Það er ekki það sem þú settir hann inn. Ég ætla að hann ávaksta... Heyrðu, en allavega, hvað Everton Liverpool bæðileg skora? Já, mista líklegt. Það er enda líklegt. Brentford Fulham bæðileg skora, mista líklegt líka. Já. Ég er sammála blöð yfir 3,5 mörk. Eina sem klikkar hann er Bournemouth sigur. Hvernig dættir í huga að setja það? Nei, ég á minni Hann á Newcastle. En eitt þetta er vitlaust. Má ég segja ykkur eitt samt? Það er samt ekta leikur sem Bournemouth gæti bara unnið. Bournemouth getur alveg unnið. Newcastle er bara í rugli. Bournemouth vann Arsenal útivelli síðastileik. Nei, útivelli, það er rétt. Já, bara Newcastle, bara þeir verða að vinna leik. En Bournemouth, þeir eru bara high sky, eins og maður segir. Nei, svona, væntanlega haldið þessu bara svona strákar og Bournemouth vinnu þá bara. Hvernig fer hérna þessi United-leikur? Ég þór ekki svona. Nei, við förum yfir þetta alltaf eftir. Við erum að taka þetta í röðstrákar. Svo er annað, við ætlum að fara í næsta. Sjáu þetta, baráttan brauðið. Ég tapaði. Fokk, var ég með Sunderland Tottenham. Alltaf er Mike Rauður þarna maður. Hvað er bollið með? Maður kemur var ekki tekið, fór ekki 1-0 og tekið víti á Tottenham? Jú. Maður kemur hérna á mánaða fresti og Mike er alltaf rauður. Ef ég hefði unnið þarna þetta, hefði ég ekki verið komin í toppbarátuna því ég vann síðast. Það er samt þess að frængur ef og hefði. Ekkert verið í þeim. En Mike, akkur er rauð talað þér? Því að ég bara tek mæst á þetta. En sjáu hvernig staðan er. Sjáu naflan, hann er á 1.64 stuðli og tapar samt, sko. Ég nenni ekki að tapar stuðli 1.64, sko. Hvernig fór hann að því samt, án gríns? Sjáu stöðuna, hvernig staðan er. Svona er staðan. Nei, þetta er ekki hægt, Mike. Það er sko, brefin eru græn og svo er einn bara þarna. Já, ég líka ekkert að spila svona stuðlum. Naflin bara the greatest gambler in the history of mankind. Bullish maður. Og Bullish líka. Þetta er Young Guns. Arsenal vinnur sitt. Og Bolli með þess að 40%. Arsenal vinnur sitt í óvænt á morgun og þá er ég komin inn í þetta.
Þetta svolítið svona Mækir Alvó þarna í dreifunum. Þetta svakalega þetta tölur. Mækar, ég ætla ekki að vera leiðilegur, þetta ekki að ganga nógu vel. Sko, ég væri í 20 pluss núna ef að Tottenham hefði fengið þetta víti. Já, Mækar, það ekki hægt að segja þetta. Væru allir einhver staðar ef einhver annað hefði gert. Það er bara eins og það. Hérna naflinn væri með 300 ef það myndi allt þetta. Ég er að segja það, já. Og svo eru þeir alltaf konir í þetta, segja hvað naflinn er að bauða núna. Ég held mig bara við konseptið í þættin, enski boltinn. Mækarn er bestur í handbolta. Ekki komin í körfubolta á annarkvöld, sko. Mækari, þú ert góður í handboltaböttum. Þú ert ekki svo góður í fótboltaböttum. Ég er ömurlegur í fótboltaböttum. Já, geggjör í handboltaböttum. Hvað er Mækar? Ég er bara í fótboltaþætti hérna, sko. Mínus 22,8. Hvað er hann að setja á núna? Mínus 2,8. Ég sett fyrir Arsenal myndi vinna City, 4,27. Rosalegt bett. Það er alveg. En það myndi líka snúa þér. Ég er að segja það, ég vinni þetta inn í end. Kannski ég tek annarsæti inn í end. Já. Líka þú er 60 leikir Arsenal aldrei að finna sitt í glemdi því, sko. Nei, ég von ekki, þess vegna setti ég þetta. Mér finnst leiðilegt að sjá þetta, ég held nefnilega að Mækarinn væri svo góðu tippari. Hann er segur, sko. Já, hann er alveg segur. Þetta er búið að vera erfitt fyrir hann. Nei, ég er ömurlegur. Við höfum að halda áfram, förum að þessi í næsta, þetta er áhugavert, þetta hérna. Þetta datt í gær hjá okkar manni. Sjáu þið þetta. Hörðu, alveg mynda. Já, svakalega. Eins og Ásgeir Kolbeins hérna stellingin, sko. Þetta er svo góður seðil að ég hef ekki sett hennar seðil. Fór beint upp í flugvél, glemt að setja þetta. Og að því að þú veist... Ef við fáum kannski Gilsana til að renna þessi gegnum þetta, hvernig hann hugsaði. Það er bara minnsta málið. Málið er að þá allir, sko, Gummi Ben kom í spjallið mín og King Blue núna í Radio daginn. Og hann sagði að ég spáði IBF falli síðasta sísón og ég skeit en þetta voru brekka núna. Síðan allir segja mér, Valur er með allt lóðrétt, þjálfarinn er með allt lóðrétt og allt þetta. Valur er alltaf að fara að klára IBF samt á hlýðina. Bara, hættu þessu bulli, Valur win. Gemur 1.97, hvaða trúður stöðlaði það? Ok, svo Víkingur K, ég elska akkur út af lífinu, sko. Já, við verðum þar Vestlómaður. En eðlilega er Víkingur að vinna K-a, þú hreinst sko hérna. K er Þór, Mækarinn, Málur liðið núna. Sammála því. Og þetta var gefið Fram Kef, og ég elska Sönni Kef en þú veit bara, þeir átti ekki breyki í þetta. Breiðablik, eðlilega eru mínir menn reiðir eftir að hafa frussað frá sér gefist 3 punktum í Fossvogunum daginn. Það var víta á sig svona. Hörðu, og eðlilega mætti það reiður og pakka þessu saman. Og svo er bara þetta kæs í Garðabænum ekkert að vera tappmóti. Þetta er rosalega hugsað. Svona hugsaði ég og Breiðablik, þetta er náttúrulega fárálega góður stuðul á Breiðablik. Ég við ekki það alveg og Val líka. En Breiðablik átti ákvörðat 1 skot á marki í leiknum í gær og það var vítið sem fengur gefis. Þetta er ótrúlega Breiðablik og unniðina leik. Þeir skæðir á að tekja þeim pjúravíti svo þetta er 4 dauðafæri. Hvað gerist þetta með Skaginn? Já, þeir gera jætteflið fram að og Stjarnan skora sér núna 88. sko. Sigurmarkið. Akkur sett ég bara 100 € á þetta. Er ég auðming? Það er eitthvað bíl. 25 á samansæðli, sko. 43. Ég segi eina M, það er fengið 42,9 M. Það er bara life changing amount. Ég er alltaf að sjá meira af hverju reikningurinn fer alltaf frá nulli upp í, sko, þetta er alvöru sveiflur þetta, sko. Já, sko, en ég held að það veri betri, sko, að vera betri dagur í dag, sko. Þetta er mjög góð segill og málur, þetta fyrirfram eiga leikir til að fara svona, sko. Það er málið. Það er ekki allir á heimaðalli. Ég held að það hefði verið erfiðu dagur fyrir Epic Bet í ger. Þetta var svo mikið. Já, þeir vita það, þeir fóna penning strax tilbaka frá svona trúðum, sko. Það er heima með duttu heima. Hann er mjög erfiður ef þetta væri gæði sem væri búin að leysa út penningin, þá var hann mjög erfiður. Þeir vita að penningur er komin inn aftur á þriðjudaginn, þannig að þeir eru pottslækir, sko. Ég myndi aldrei kassa út. Herði, Gabriel Pétursson segir Gilsarinn lætur hinn að 3 lít út þessu útigangsmenn. Ég ætla ekki að segja þetta aftur. Ég var að koma fótboltamóti. Ég er bara að þakka fyrir þess ekki með grílu fyrir nöðinu, sko. Útigangsmenn, sko. Ég er hliðin á hann, sko. Það er erfiðast fyrir mig. Einu með hár, það ég er bara að auðlýsa fyrirtæki þarna, sko. Kannski þið viti, hafið heyrt ég skal taka með þér húnna. Magari, okkur ferði ekki til Istanbul og þú ert alveg severe amount of cash. Farðu bara í fokkin ég er að spája legað inn á mig þetta sem þú veist að græða í gær og ég tek þetta. Og nóga peningum, Magari. Strákar, höldum áfram. Við ætlum að fara í fyrsta leik dagsins Brentford Fulham. Þetta er
Já, þetta svona bjúrasta leikur 11:30 Ég skal fara hlýstabóla að blöð kemur mér Gilsarinn kominn frá Öddi kominn á fótboltamótinu upp í sófa þú veist, þetta verður kósi Já, þetta þetta byrjar náttúrulega bara 11:30 Þess að að fara fyrr Það má ekki missa fyrstu mínútur Nei, ég að fara að sækja drengin það Rakel komin á vakt Ég elska hvað er alveg mikið að gera Til aðvikið með fossin Geðveikur staður segja Geðveikur staður. Það er 2 dagar búin að strax byrja að væla hvað þetta er erfitt Þetta verður svona núna Það er illa gaman Það eru bara ekkert allir sem að mætt á þessa vakt hérna í dag Ég hef alveg ekki dagst að ég kemst ekki Ég bara, nei, ég ætla að fara að hitta drengina Já, þetta mæta allir með mér og hjamma á vakti Sko, þetta er bara eins og maður sér á stölum Þetta er leikur sem er mjög erfitt að betta Í svona leik, ef ég væri einhvers staðar ellendis vitandi, ég yrði að horfa á þetta með kaldan einhvern veginn til þess að starta deginum þá myndi ég taka 1x á Brentford Það er ekki stuðul Já, það er samt, ef þú ert búið til eitthvað síðil Þú þarf að taka bara stakan Það er bara stakur þessi leikur Þá er þetta Brentford Þetta er bara leiðast leikur in the history of mankind Nei, svona leikir geta Ég er samt vilja að vita hvað þú sérði í þessu Hann bara þekkir ekki einn gæi í þessu liðum sko Ég sé sko alveg þetta er Einu sem ég veit ég er ekki að fara að horfa á þetta Eru ekki samanlega er þetta ekki Brentford síðan? Jú Ég er sammála því. Ég er á Fúlamagn. Já, út af Fúlamagn. Já, þeir eru endar. Svona ekta leikur sem Fúlam. Þetta er í London. Ég held tók ekki BTTS þarna. Já, þetta er bóttímt og skorileikur. En ég er sammála blöð, ég held að Brentford bara vinni hennar leik. Þeir eru mjög segir, þeir eru ennþá möguleik á Champions League sæti. Já. Það er smá möguleiki, já, sem er ótrúlegt. Og þeir eru bara með betar leik en Fúlam og Brentford vinnur hennar leik. Fúlam eru bara hættir, þeir eru ekkert að vera að falla. Það er ekkert að gerast. Það er ekki keppan innu. Ég held að Fúlam stilið þessu. Ekta leikur sem svona bara, hvernig byrjaði þetta á eitt? Sko, ef við ætlum að smíða, Ég lef bara að hugsa, það er dreymtinn í nót. Það er ekkert fyndana. Þetta er að Hjammi er að reyna að smíða eitthvað að segla. Það er svona, horfið svona út í loftið og lætur þetta koma til. Nei, þetta er bara, stundum er ég sé bara það er að fara að gerast eitthvað ruglað. Sko, við ætlum að smíða langskot. Já, við fyrir með langskot. En við getum ekki farið í Brentford. Nei, fyrir með næsta leik. Man ennir ég líka, hann er líka að byrja. Við ætlum að smíða langskot, engar áhyggjur og ætlum að gera einn eða tvo sæla hérna. Já, náum allan einu stuðu sinna 70. Það er Leeds Wolves, það er ekki merkileg leikur kannski, en jú, samt. Leeds hlýtur að vinna þennan leik. Er það ekki? Jú, þeir voru miklu betri en United daginn, það voru bara viðkynast. Þeir eru á heimaðli, þeir eru í fallbartu. Wolves skeita móti West Ham. Já, síðast. En reyndar hafa Wolves fyrir að sækja stig á tímustu stöðum. Það fyrir landsleikjalið, eftir landsleikjalið tapar þarna fyrir West Ham 4-0 og þeir eru fallnir eða ekki formulega, eða falla formulega í dag og þetta er bara búið á þeim, þú veist, í sammála blöð. Ég er með Leeds á 2 seðlum. Já, það er helviti leðið samt þegar bara með það einmitt á 2 og svo fyrir þetta ekki. Já, Leeds bara voru virkilega góður á móti United og bara voru í sammála blöð, voru bara miklu betri og hann kom með verulega óvart Calvert-Lewin í þeim leik, hann var frábær. Og bara gamli góði Calvert-Lewin, ég er nú bara ekkert mikið verið að horfa á Leeds sko, Jón Skarp segir Leeds vinnur og sendir Tottenham endalega niður. Já, og þetta er náttúrulega bara í dag eru menn bara að horfa á þessa leiki Leeds Forest og eina sem menn hugsa með Tottenham því að þau bara vinna eða ekki réttilega það bara allir það skipt engum alveg fyrir United mér var alveg saman sem United-stjórnum sem var að tapa þér í Leeds sko, en ég hugsaði bara til Hjamma og ég grét. En hvað hvernig staðan er núna Hjammi, heldur að Tottenham sé að fara að falla? Sko ég er ennþá haldið í vonuna, það falli ekki, ég er alltaf verið að minna. Þeir eru í fallsæti núna og ég hef trúað að Nottingham Forest gæti verið liðið sem dræðist, ég held að Leeds sé eftir að bjarga sér, ég held að West Ham eftir að bjarga sér, en Nottingham Forest út af þessu rönni í Evrópu og svona. Nei, þeir eru eftir að bjarga sér líka. Það er áhyggjur á því sko. Hvað ætlar að gera og þetta er í Championship? Ég vil ekki að Spurs verður þið ekki með samt leikina? Í Championship? Á Fossinu? Já, það er mikið að kíkja bara til þinn Nei, þú getur pantað auka herbyggi og þetta finna þetta á einhverja skrítinni rás Þið veit að verður hann með Championship og Fossinu segir sér sjálft. Já, verður með Tottenham-leikina. Já, Leeds, þetta er Sverrir Bergmann og Þorkell Máni þarna. Sverrir Bergmann, hann Leeds? Hann er mikill Leedsari. Hann er Leedsari, sko. Hvað er hann búin að sjá marga leiki í vetur heldur? Já, það er enda góða punktur, ég held að hann horfði ekkert að mikið, en hann heldur með Leeds. Bara svo Gilsarni grótar í blíki. Leeds vinnur hérna leik. Það er easy win. Er þetta ekki mínus 1,5 bara eða eitthvað? Ég myndi samt alveg setja Eiston á borðið með minns 1,5 og ætlum að fara í svona langskot. Já, við förum með eftir, búin með langskot. Leeds vinnur og þá er komin eitthvað 8 stigum undir Tottenham og þá er 7-8 stigum og þá er þeir bara búin að berga sér. Newcastle Bournemouth.
Djöfull, þetta er erfið leikin. Þetta Newcastle Þetta er ennska úrvalsdeildin, það Ég er ætla bara aldrei að treysta auðvitað hérna King Sör fyrir þessu Er það? Já, ég veit það ekki Já, þetta er leikurinn sem var rífast þetta í byrjun. Ég er að segja það Já. Ég er smá svona, eitthvað segir mér þetta gæti verið bara Bournemouth aftur Já, eitt samt, Ariola þarna, hann er að fara hann tilkynnti það eftir Arsenal-leikinn það situr oft Af í hverju er hann að fara? Já, og hvert er hann að fara? Hann sagði að það var ekki með fullt af neitt lið djókum sem Hann geta sagðist farið í. ekki verið með neitt Hvað lið ákvað hann að sko. hætta það? Já, hann fær alltaf lið sko Hann sagði að það væri ekki með neitt Þetta er, ef ég smíði eitthvað segðal eftir þá mun ég setja X2 þarna. Er það ekki? Jú, finna núna. ég er nefnilega þarna Ég er á X2 vagninum Bournemouth þeir eru heitar en Newcastle Já. og X2, hvað fær maður á það? Sko, kíkjum á það eftir, sko, eitt hérna með Bournemouth, þeir eru í 11. sæti með sigri, þá geta það farið upp í 7. Þú veist, ef að þú veist, bara allt myndi ganga upp Ef og hefði, það ekki, sem varst að segja mig á hann Já, Það munið 7. sæti. Hvað kallar það á frændur eða bræður? frænkunar Bournemouth í aðtefli er 1,70. 1,70, það er stuðull. Við tökum því Nei, Newcastle vinnur hann að leik Ég held að Sörens, ég er sammála Gilsarinn, ég held að Sörens er mjög grimmur í dag, hann er byrjar að auglýsa vel XB núna fyrir kostningarnar ekki veitir af. Já, hann þarf á sigri. Já, mér sýnist hann ekki verið með einn mann í einu kjördæmi, sko. Þetta er beinn útsendingu hérna í hjammanum Já, ég var að horfa á svona vitleysu. Já, hérna, við þurfum aðeins að fá velta steinu með það Newcastle-leik hérna Þú ert minn faglegi ráðgjafi þar, hvernig fer það, segirðu? 3-1 fyrir Newcastle. Hefur það ekki? Og ekki hlusta á blöðarann. Nei, blöðurinn var að skýta Það er lélegustu gamlerar bara sem hún finnur, sko. Þú ert reyndar slakast í gamlaðir sem ég veit Sörens, sko. Takk í -1,5, 3-1. Takk Sörens, elska þig Við erum alltaf að fara í Newcastle win hérna, þetta var faglegt mat hjá Sörens Já. Þetta var reynda vel gert, það er alltaf gott að heyri í heimamönnum. Sko, 1,5 Ég bara málið að Sörens veit bara ekki þetta, sko. Það er vandamálið og hérna, hann horfir valla og það fer bara allir tíminn hérna í þetta græna merki, sko. Hann er þetta bara að rífa Framsókn helviti Já, það voru með 4% í kostningu í gæra, það búið að rífa þetta vel upp kallinn, sko. Hann rífur þetta í gangi í Garðabænum, en við þurfum þetta á fleiri stöðum. Tökum bara 2 langskot, annað er X2 En ég er sammála Sörens. Það er þetta góð. Við hjammin eru þó einu þarna að Bournemouth geti verið með eitthvað uppsett þarna. Ég ætla að klára það leikina, svo ætlum við að gera langskot bara úr þessu leikim í dag. Ok. Já. Er það já? Já, ok, það er komið inn á afþreyingin og Epic og þá eru ykkar seðlar þarna, blöð með Leeds, Wolves, Leeds sigur. Chelsea mannst að bæðileg skora, Tottenham Brighton X, mér finnst það gott. Já. Sko, það var eitt sem myndi mig á það að gera ég var svo eini sem vann hérna þegar ég var síðast Já, ég var ekki 1 bet síðan Nei. Það var rosalega treyta Ekki 1, ég setti á 40 Hver myndi á það? Það var bara eitt sel sem Sjáum aðeins afþreyingun aftur, sjáu Það var Gilsson hann bara ennþá með það á reymi, svo ok Sjáu stráka Leeds Ég sigur ætla að elda þess að veistlu Gilsson með Leeds sigur bæðileg skora Brentford Fulham Newcastle Bournemouth Newcastle sigur Chelsea mannst að bæðileg skora Tottenham Brighton yfir 15 í stuðl Vá Þurfum ekki að fá þess meiri stuðul á það? Þetta er allir leikindir eiginlega, sko. Já, bústu með það. Þetta er heldur mikið að leiki. Heldur mikið að leiki, 15 í stuð. Gilsarinn kann þetta, sko. Það leiði allum að vera með. Stráka, Tottenham Brighton, ef við fyrir með hann. Er hann í dag? Þetta er 16:30. spennandi leikur, maður. Vá. Sko, sjáu þið stöðluna, 2,85, 3,81. Brighton bara líklegri. Underdog á heimavelli Já. Þetta er orðið agalegt ástand. Komið aftur á rútinu og allir að fagna ykkur og svona. Það var bara eins og að vera að fagna titli þegar þið mættu hérna í síðasta leik á mútið Nottingham Forest, tapaðu. Það var rosaleg stemming, allir með eitthvað fána og eitthvað og svo bara Ertu 3-0 tap á heimavelli. Er það að fagna Evrópudeildartitlinum? Já, við fögnum því. Þið tekja hann ekki á okkur. Ég heimta sigur frá þínum mönnum í dag. Ég er búin að koma nokkur sem inn á þetta. Ég vil hafa Tottenham upp í efstu deild maður. Já. Við verðum að vinna þetta. Eru ennþá allir mittir eða hvernig er Nei, menn er að koma tilbaka hægri vinstri. Mattisson er að koma tilbaka með þess að. Það er nóga mönnum heilum, en hann meittist náttúrulega Romero. Já. Þú veist hver það er, Gilsari? Nei, bara ekki hugmynd Fyrirliðin þeirra. Gæti ekki meira saman Eða fyrirliðin er svo Fyrirliðin, Hafsendin og byrjunarmaður í argentíska landsliðinu sem eru heimsmeistarar. Ef þú ert underdog á móti Brighton og heimavelli Já, það var töksaðingang. Ég er sammála því. En nú ætla ég bara að segja 1. Það er ekkert annars sem kemur til greina. Ég ætla að elda mækaran í 1 núna Hann var hjá okkur í þungavættin í gær, á miðvikudaginn Viktor Unnar og hann kom með mjög góðan punkt að hann eignaði stelpu 29. desember hún ekki ennþá búin svo Tottenham vinna.
rosalega 29. Við vorum bara að byrja með það Hún að fara að byrja í leikskóla sko. Hvenær vannstu síðast fótboltaleik? Þetta er svakalegt og síðan 29. desember þá erum búin að sitja helvít oft í þessu stúdíu í þessu þætti og hann hefur alltaf spáð Tottenham sigri Það er mæðjami, vannstu síðast í desember Þetta er rosalegt sko. Nei, hún bara fættist 29. desember hún er ekkert unni, ég veit eitt hvenær unni síðan Nei, það er ekkert unni 2026 Nei, En þú það sér segir það, sjálft ég hef það litla trú að á seðlinu mínu þá var ég með Tottenham 1x Þannig Ég að meina, má frá já, jafntefli já. Þeir eru unni í desember sko Það Já, ef þið eru unni þá, allavega ekki síðan Ég er fann að 2009 draga tilbaka Það er eitt samt í eitt þessu þarna. Ég ætla að segja eitt við ykkur Já. Tottenham er ekki fengið neina vítaspunni þessu tímabili Nei, Enga Nei, Það er eitthvað sem segir mér hrikal að verði víti, já, en þeir eru margir Að benda á byrjar að punktinn. tala Já, um það að verði víti Víti En býðir rólegir 2T Víti Ég segi mínus 1,5 Víti En ég skal segja ykkur það Hvað er víti í leiknum? Hvað er það? Það er 6,08 En ég skal segja ykkur það, þið fáið þetta víti, ég sammála Ég skal segja ykkur annað, þeir klikka vítinu Það skiptir ekki máli Jó, mínus 1,5 Nei, ekki á þessu, það skiptir ekki mála þessu Það getur Vítaspyrna fyrir súginn. þetta strákar, þetta Vítaspyrna fyrir súginn Sko ef að Mike hittir á þetta Það er rosalegt sko Nei, hver á að taka vítið? Það kann ekki taka vítið Nei, það er enda mjög ángríns ángríns Það er bara mjög góð punktur En þeir eru búin að fá svona 7-8 Já, já. ángríns Kann og ekki að þakka ég geti tekið víti þetta Þetta eru menn sem æfa fótbolta Lítur einhver að geta tekið víti Við getum þetta að fara í 11 Fjandinn hafi það ég held að sé Gilsar að taka víti Okkur er tótt Ég sendi bara vítil, ég er ekki að Já, Já, ef þú fer bara í blöð reyndar fínu vítaskita líka Mægari, séu þetta Tótt hann að klikka vítaspunni 14,8 Var ekki 11 að koma Nei, eitthvað? það var bara Það er bara annarkvort einhver klikki á vítaspyrnu Já, leiknum Sko alltaf að taka það til Sko öryggis Tottenham er alltaf að bara klikka á vítaspyrnu í þessu leik sko Já, Þetta er eiginlega öðrugt bett Ég heldur fái víti af því að það er bara að tala svolítið um það þeir eru búin að fara harðir á svolítið sjálfum þeir eru búin að fá 7-8 víti veitur þetta er náttúrulega algjört djók þeir eru ekki búin að fá 1 víti Mækarinn þekki leikinn segir Július Sveit Já. Sko, Ég held að en ég ætla að segja það Já, að hvernig- þótt er klikki á þessu víti Já. þá vinnar hann helvítis hvernig leik fer hann? 2-0 fyrir Tottenham 1-1 Ég eldi Mækarinn 200 Tottenham Yes, mínus 1,5 getur við séð örstuð bara östuð bara rétt svona, ég hef svo gaman að þessu mínus þegar það dettur, Já, sko, þetta er sko langskotið okkar er Já. alltaf tott win er það ekki? Jó, jó, bara vinn. Mínus 1,4 Já, 6,4 sko, Fælið samt því, bara tekja marka Nei, Nei, ég ég meina, segi- það er bara allt fokking undir í slag ég er bara að segja hér og nú, Language. hlustu á þetta ef Tottenham vinnur ekki að leik í dag þá falla þeir 100% Ég er ekki grunast, Nei, nei. þetta er bara Þetta er leikur, Þetta þeir er verða að rétt. vinna Það er rétt hjá Mike Sko, þá setjum við á langskotið minus 1,5 tott Nei, nei, setjum bara sigur. Já, samt við 6 Það er þú farið samt 3 það er fljóta Býtu, hvað er þetta það? Býtu, hvað ert að gefa út eitthvað kalandir í þetta? Hvaða myndir eru Fyrst að það ég sendi ég ekki þessa mynd en okkar bestu menn í búlist það fundi þessa rosalegu mynd Það er ég á sín á Tenerife Er ekki svona brungu klefi á Tenerife eða? Hvítari þarna heldur en þetta í stúdíun Hvað skýra þennan? Það er búið að leka af metanið Máli, þegar ég fetti tenni þegar ég fer út þá er ég kaffibrún eftir 6-7 daga, hvítur reglulega og í það er ekki tanklefi á tenni Það er alveg Herru, býtu, hvað segir þetta samt? Þetta er bara Þetta er winner bara sem hann er búin að vera að Bíða taka aðeins, strákar, en Leeds ég mæli með að setja miklu meir en 10 eurur á þetta Nei, þú ert aldrei að mæla með því Leeds mínus 1,5 Bæðileg skora, ég er ánægð með þetta bæði, Newcastle að sjálfsögðu heim og þetta getur alveg léttalunni Bæðileg skora Chelsea Manchester, ég held eiginlega að það sé Það er 100%. Það er alltaf 100% Tottenham yfir 3,5 mörg Þetta er Það verður læti Já, það er mjög, það gerist ekki Sko, 2,77 Verða læti Það verða læti. Tottenham er nú ekki að skora mikið að mörgum sko Þetta er, Þetta er 40 stuð ég sé þetta eiginlega ekki klika, svona fljótið Þetta er sami stöðurlega ekki er já, En já. sá segir alltaf mun auðveldari samt að Það voru bara 6 leikir leikir Þannig er það með svona, þú veist Já, Já, það var miklu meira easy segir samt að með 42 þessi er erfiðari Miklu Það var erfiðari ekkert easy fyrirfram Það var, þú veist Nei, þetta voru samt bara sigur að leiðin Hvað segirðu? Já, það ekki Jó, Frí hann frá. frí Allan er frí Er þessi frá. lendir? Ég allan er frí Hvað, bara ekki mæti vinnuna? Já, bara frí Bara hættur Hvað er fyrir nýjum blöð? Jamman? Það bara Blöðkasti frí, já, já. Ég var með annan sem var hérna var ekki með annan siðið líka Sko þessi myndaðar eiginlega, ég var að reyna að Svaka. hugsa, hún er rándýr, en mér finnst svona pínu eins og sést búin að vera að selja eitthvað svona Cincino shake eitthvað og náður að flýja landið. Já, já. Þetta er svona bara, herðu, hann er búin að dæla í mannskapin, Já. I'm out of Ég here. veit ekki Já, hvernig þetta mynd var tekin sko Ég get alveg lofaði því að þú Er þetta stiltir þessari myndu sjálfur Nei, Ríkki gefur alltaf með mér á borðið sko Það var ekki verið Stiltir þessari myndu sjálfur Þú veist alveg að vera að taka það og þetta er svona sjöunda
að taka sko. Ég veit Það var ekki sem náði þessar af því En ég held að það var komið að sína þannig, ég man ekki eftir þessari mynd sko. En ég held að það verið góða heiminum Sýnist það svona Og til dæmis í Gylfi þó Gylfi var svona að taka hana þá þetta kannski svona 17. að taka sko og hann er búin að fá að heyra það 16 sinnum Gylfi er ekki að taka þessari mynd, ég lofa ömurlegur á kamerunni sko. Svo er ég ekki sem er strípur Þetta ríkt í geða fyrir aftur Þetta er öllra líkt Richard er á tenni núna Richard er á tenni Heyrðu, í húsunum okkar var að senda mig bara rétt á hann aldrei af glaður á æfinni það var eitthvað að koma að þrífa sundlöðina varstu húsið sem er að móti hótelinu hann leiði tók villu kóngurinn tók villu einhver einhverjum maður Það er gaman aðeins stráka þá fyrir við loka leikin í dag á Chelsea Manchester United Þetta er rosa hann er í dag líka var einstaklega í þessu, ég var að skoða þetta daginn United er bara búin að tryggja þessi meistað Nei, alls ekki Jú, þetta er eiginlega basically það er næstu 3 leikir eru Chelsea, Brentford og Liverpool það eru akkurat liðin fyrir neðan okkur þannig að þetta er langt blöð vel inn í þessum varstu með þetta ekki sé? Þeir eru sko með 7 stiga fórstu með 7 stiga fórstu Já, fjagra ef þeir tapa mæta Chelsea í dag, svo eiga Brentford heima næst og svo Liverpool og eru lélegir þetta er mjög langt frá Evrópunni Þetta er komið, ég er sammála hjá maður þar Mér leið bara eins og ég sá sem að tapja mútið Leeds á fyrir að hugsa æ, allir sé ykkur í vesinni þetta hefði verið komið, hefði drullast til að vinna Leeds Já, en þeir tapa þessum leik United? ég skítrætti það líka ég verði að vera sammála mækarna Við skorum alltaf þessi leik Já, við skorum ekki náttúrulega eða spila eins og mútið Leeds það bara geta glemt þessum leik það bara er allir varnamenni meittir og það er mikið undir á Chelsea og ég held að þjálfarinn á Chelsea bara hann fjúki bara, ef þeir gerir ekki eitthvað í þessu leik það munar rosalega að Harry Maguire að fengja auka leiki bann sem er óþólandi, hann er bara mikilvægst leikmaður Gæti að senda á Harry núna hvernig líður í banninu mikli mistir þá hendir hann þér út passaði ekki vera íðilega sambandið eitthvað við þurfum að halda honum góðum getur ekki hringt í hann eins og Sörens en svo má ekki gleyma með United þeir hafa verið að vinna leiki eins og Arsenal úti þeir hafa verið að vinna stórleikina hann er að sína mér hérna, hann er bara í tjatti við Harry Maguire og senda til myndir hérna okkur öðrum Harry Maguire er ekki að leikma þetta er ekki Messi eða Ronaldo, þetta er Harry Maguire slökum á en hann er einn mikilvægast leikmaður já, í sammála því, það er upp á sleikmaðurinn minn þetta er samt ekki Messi og þetta er ekki verið að sína öllum í heiminu og setja með eitthvað skilabóð ég er að sína og svo til að senda honum skilabóð Eiður Smári, hann var með fullt að skilabóð blöð frá honum, hann er frægar en Harry Maguire og betri fótboltamaður sko en þú ert á því, Mækari, þú segir bara tap ég segi tap bara því Manchester United er með einn heilan varnamann og ég myndi freka að það er með Gilsarinn í hafsendum heldur en hann ég segi að Gabriel Pétursson segir í mittina er United maður en þetta er alltaf Chelsea win Eitan Hefin, eini heili hafsendin Jóró Varvis, hvort hann var að meðast það er bara fínt að hann segja meðast hann getur náttúrulega ekkert þessi Jóró hann er ekki hann smá tíma núngur ég ætla ekki að gefa hann 1 mínútu sko hann verður góður já verður, það getur vel verið ég bara er að tala þetta síðan sko Maguire er betri 2026 en Messi Mækari það er bara Harry K.O. King Mike já, ég er Harry Maguire maður sko menn er að rota því ég elska Harry Maguire þú segir tap ég held að Chelsea vinna ég segi þetta fyrir 1-1 og það, ég er því mjög ánægð með þú já, er þetta klárt, þá er meistar þetta klárt ég ætla bara í goals í langskotinu en ég set United win mörkin upp nú, já, ok já, þegar United vinn, auðvitað tekur alltaf loyalty bet búin að drulla og við hissum upp með okkur Strákar, við erum eitt góðan tíma þannig að ég ætla að fara núna ég ætla að big take blöð póka blöð í póka það er rosa þetta getur nú miskilist þessi póki ég þetta er ekki við erum ekki að tala græna nammi pókan blöð með póka, í póka já, þú varst að meina hitt ekki heldur það sko, byrjum á þessu Leeds win við erum eiginlega allir sammála það að Leeds á bara að vinna Wolves þessi seðill á að detta já, veist það ángríns þetta er eiginlega 100% Þetta er svo Tottenham má bara ekki tapa Nei, er það ekki örugglega Tottenham sem tapa en má ekki bæta einu leik við þarna aðeins ekki þetta einhvern í dag Þetta er samt 3-84 þetta er alveg fínt ég er bara græðkinn í Mækar þá er líka að tapast en ég veit það alveg já hefur ekki segið ég er að byggja þetta upp steddi hjá mér ég er ekkert að taka of mikið þetta er gaman samt eins og ég ætla að henda munun á annan seðil sem á mig í gerð ég setti 25 €, ég setti ekki 100 eins og nei sko, ég ætla að alltaf þetta er ekki King Blöð komið hérna blöð í póka þetta er ekki King Blöð í póka þetta er fyrsta og síðasta sinn sem það er hérna blöð með póka sko þetta er svakalegt blöð er ekki stikkjón, við getum lofað okkur því nei, ég meira þess að það vitlaus og hvað segir maður þegar kemur aðeins öllu sem ég held að vera að tala græna nammi pókan
og að stæli til langt frá Það sem að tengja það Sko, strákar, ef við förum í núna og smíðum Þetta er fínt seil, ég er saman því smíðum einn hérna Eitt langskot Sko, mér langar að smíða 2 langskot úr laugardeginum og eitt það sem við erum svona veist, semi í áættu og svo tökum við eitt svona svolítið graðan Já. Ef við byrjum bara á Brentford Fulham, við höfum alla leikina með, er það ekki? Veist, hvað er líklegast Þið að ráðið gerast í þessu. þessu leik? Both team to score Er það ekki? Jú. Erum við Both teams to score. Við erum allir einhvern veginn sammála það. Ég er til í það Já, ok, höfum við næsta, Newcastle Bournemouth. Þið bara þá Það myndi ég fara aftur í both teams sko. Nei, ég ætla að gera langskot og það er að fá okkur söður Ég myndi bara fara í X eða Ég Ha, myndi taka bara Newcastle win Elta Sören sann En byrja, en fyrst að við erum að fara í langskot og þá, veist, þetta eru nokkur leikir, okkur ekki X2 þá, veist þú segir X Nei, farið þá bara einn, eins og Sören segir Traustum Sörens Ok, þetta er 2 langskot. Það er 2.20 á móti 1.70 Tökum bara 2 Tökum einn. Eitt örugt langskot og eitt svona álur Förum í Leeds Wolves. Það Ef að segja mínus 1,5. Já, mínus 1,5. 1,5, Já. ok. Sjá hvað það gefur. Sjá hvað það gefur. Djúvill var þægilegt að hafa hérna búlis bara, ég verið til að hafa Já, svona þjónustu já, heima heima. Ég væri bara komin upp í sófa Tottenham með vinnur. kaldan og bara herðu, svo var ég með þetta fyrir fram að mig settu á Tottenham finnum mig núna bara fá þetta svona skjáin já, settu svo 78 Tottenham vinnur Tottenham vinnur, gerum það. Ok, og Chelsea, Manchester United, hvað eru both team to score? Það er mörk eða mörk er búin annað Ég er nefnilega ekkert svo vissum að verði það mörg mörkað þannig að bara Both bótt teams finnst score. skor Both team to score, ok. Eða bara Eiston og borðu United win hana Hvaða stöðulegur sem þið eru með hana Hvað fáum við þetta? 43,6. Þetta er stöðull Er þetta bara fínt langskot? Sko ég er mest að Ekki, þetta er ekki gera þetta 75 Það er örugt langskot Nei, þetta Ég er ætli í fínt þetta, langskot. mér finnst þetta gott langskot Já, við hugsaum þetta. Fyrsta sinn sem ég ætla að elda eitthvað hérna í dag Já, ok, þessi kom inn. Þessi er on Þá tökum við setni. Getið þið settið tjatið strákar Ég er ekki að setja manual inn Já. Thank you sir Herðu, strákar, hérna, tökum núna aftur langskot og tökum aðeins graðara núna. Og tökum aðeins graðara núna. Þú voru bara með lögadagsleikina Já, ég var að hugsa það bara. Það er skemmtilegra. Skemmtilegt bara. Já. Brentford Fulham, ef við farum og myndum breyta þarna, ef að fara í Og fyrir við bara í Brentford vinnunarleik Ég hef ekki bara halda þessu betti Bara bæðinni skora. Já, ok. Nei, en ef að leikurinn fer svo 2-0 Það er það aðgrætt að vera bæði ónýtt. Já. Já, Það er gilsar þetta góð punktur. Það er bara Brentford Já. Brentford, ok. Newcastle Bournemouth, Þarna langum við að vera með X2 X2. Það var bara móti hinum. Já, 1,69. 69. Leeds Wolves. Þetta var stellingi Jú, jú. Þá bara Leeds með einu marki þá þannig að þetta sé ekki að klúðrast þannig að annars seðillin eigi séns Já, ok. Já, Bara Leeds win. já, Ok. Tottenham Brighton, hvað getum við séð þarna? Bæðinni skora. 1x Já, þú var Þá er alltaf aftur herri sama. stuðl Já, sko, nei, við erum að taka bara Já, þannig að við já, eigum sens á báðum Já. Svo endum við á bara til þess að hækka stuðlum vel 1x, United ok. rutsist til að vinna Chelsea Já, ég Þá skil. eru konum með alvöru Má sjá fyrir niður? Já, það er læri. Hörðu, við ætlum að fara í Hann herri er lægri Hann er læri. Blöður að Það er þeir miklu læg, þetta fóru bara í lága stuðl Blöð að þeir einhverju varnarleik. Það var bara í Strákar, Blöð er meiri varnamaður Strákar, þetta er 31. Er það Það ekki er bara... ömulegu stuðull sko. Ömurlegur Við ætlum að fara í 75 Við lofuðum fólki hérna Ég er ekki Við ætlum að fara í allt- 75 Sunnudagurinn eftir Það eru Danny Welbeck til skora á móti Tottenham Þetta er svo leiðileg Herri, hann er auðvitað, mástu hittir hann þannig að það saknar United? Nei, alls ekki Sko, Fílingur auðmiki Þú hefur hitt já, hans, herru Sat Sko, með bara honum þegar ég er á að kynnast konunum minni Sönsaða, þá er Danny Welbeck á staðinu sem hún átti í New York á samt manni sinum situr hann í einhverju svaða lounge Ok. og ég kem hérna og sest með Rakel og ég bara svona, herru, er þetta ekki Danny Welbeck hann? Já, bara, herru, má ég fara að spjalla við hann? Já, auðvitað, fara að chatta við hann og ég fer á sestuna hjá hann ég bara, hei, hérna, Danny, I'm a huge United fan was it hard to leave United for Arsenal? Og hann bara eitthvað, er að fara að svara mér komum bara einhverju vinir hans bara svona hann er í fríi leðunum eitthvað ég bara, sorry maður ég er hann að sest hjá, hérna, á mitt borð og Rakel bara, hvað, vildi hann ekki tala við þig? Ég segi, já, alltaf vinir hans vildi ekki að ég var að tala við hann og bara, já, ok og svo bara líður svona korter allt er ekki með Danny Welbeck bara sest hjá mér með drikki sinn I'm sorry about my friend, they're always like this overprotective, but yeah, it was very, very hard to leave United, I'm United fan born and bred og eitthvað, ég bara, svo spjöllum við korter svo fór hann,
Ég bara, hvað var að gerast hérna? Spurður ekki hvað? Ég lét bara vita hérna, fórum að sögðu þeim að þú væri með svona völd til að loka þessum stað og var í þannig stuðu, þannig að það var ekkert vitlaust að tala við þig. Nei! Og hann kom bara að spjalla, þeir voru allir hann bara hendur okkur út, maður. Þetta er rosalega. Power move. Ertu að senda á hann eins og hann á Harry Maguire? Nei, ég er bara svona huge fan, ein mynd, svo læti ég friði það sem eftir þér. Já, það er ekki svo gilsið. Ég er ekki því, ég ætla að senda Harry núna, ég elska þig, sakna þig. Þess að Maggi Skef sendi mér um daginn, ég sakna þig. Ég segi bara, tökum þetta svona. Er þetta svona? Þeir á þig? 31. Bara á. Þetta er ömulega stöðu, þetta er mjög setta samt. Já, Hvernig er þetta að segja 31? 31, það er Þú rosalega. segir það 15 verða 400. Já. Já, 15 €. Það er hálfur Serrano, alveg 15 €. Strákar, þetta er rosalegt. Þetta er alveg langskot, 2 langskotana. Við erum með 2 fín langskotan. Förum í leikinn á morgun, klárum þá og það er Aston Villa Sunderland. Við vonum eftir einhverju frá Sönderlandana. Það? Já, við United menn. Jú. En er þetta ekki alltaf Aston Villa? Er ekki Sönderland svolítið tankur búinn? Eitt samt með Aston Villa, þeir spila í Evrópudeildinni og það er enda 2 leikir á milli, þessi og annar. Þannig að þeir verða væntanlega með sér. Þeir voru að spila í Evrópudeildinni á 50-daginn. Sunderland var að vinna Tottenham. Það er ekki 4-0 Aston Villa þannig daginn. Jú, voru busta bara Bologna í báðanleikjunum eiginlega, en ég meina þeir voru að spila á 50-daginn. Þetta er strákar, þetta er bara Aston Villa win. Ég held það. Það held ég ekki. Þetta er ekki? Nei, það held ég ekki. Hvað heldur þú? Ég held bara, ég myndi að vera X2 þetta. Ok. Jafnvel bara 2, taka bara 5-20. Þetta er langskott sunnudags fyrir Gilsara þegar hann er 75 í stuðul. Gilsari? Já, ég er ekki byrjað að fókusa á morgundaginn, ég byrja að negla daginn í dag, sko. Já, þú þarf að koma Þú viltu koma aftur á morgun? Aftur á morgun? Erum við ekki aftur á morgunna? Já, ok. Ég held að Sunderland, þeir bara vinna Tottenham, þeir bara vinna mjög mikið að leikjum auðvitað betra heima allir útivelli, en þeir eru bara búin að vera ólsegir helvítið náðum. Og Aston Villa var ekkert verið sérstakir í deildinni, sko, þeir að vera að spila vel í Evrópudeild. Elvarsson segir Watkins setur hann og Villa 3-0. Það er alveg eitthvað sem ég get alveg séð. Watkins búin að vera eitthvað hittur, en ég held hann alltaf að skora eitthvað. Aston Villa vinni. Já, ég held að. Strákar, förum í næsta leik og það er Everton Liverpool. Þetta er alvöru helgi. Everton Liverpool, Arsenal City og United Chelsea. Og Tottenham Brighton. Super Sunday, maður. Everton Liverpool, þetta er ég myndi segja að þetta var 1x. Já. Það er svona fyrir púlarana. Það er hræðilegt, þú voru að missa þarna ekki tíki. Jú. En Ísak reynda mættur aftur, það er enda góður sviti. En þetta er, ég held að þetta er ekkert eitthvað því að United Liverpool eitthvað rígur, þetta er bara ríkala erfur leikur. Því að sko Liverpool er búin að vinna þessa leiki held ég bara síðustu 4-5 leikum með Everton. Ég held bara Everton vinni þetta. Þeir bara Everton líta betur út eitthvað þessa dagana finnst mér. Ég er hrifinn af Everton-liðinu. Já, þeir eru bara þeir eru líka bullandi bara þetta meistaratitilsæti. Þeir bara einfaldlega að verða að vinna þann leik. Þannig erum við að fara í 3-23. X eru líklega úrslit hérna. 1-1 eða 2-2. 1-1, 2-2. Já. Gilsari. Já, ég er alltaf að hugsa að nú tekur Liverpool og rífur sig í gang. Ég er alltaf að betta á þá. Ég er svo púlar. Ég er bara svo púlar. Já, ég er alveg sammála. Og þeir eru alltaf að fokka mér upp í öllu sem. Ég spá, en að snúa bara hér taktík við. Þeir eru ekkert að gera þessi. Þeir bara verður þeim pakka saman á morgun. Ég held að verði ekki pakka saman. Ég held að þetta verði játefli. Nei, sko, ef Everton vinnur hérna leik, þá er einhvern 2 stigum eftir Liverpool. Það er enda rosalegt. Það er bara ekki meira en það. Og þá er bara komin alvöru. Þetta verður alvöru djúsleikur. Það er komin alvöru press á Liverpool. Liverpool er í 5. sæti núna. Jú, Liverpool eftir Chelsea held ég, þeir eftir United. Þeir eru eftir erfiða leiki, sko. Liverpool aldrei hefur að tapa þessu leik. Dildin skemmtil núna, það er bara átt að bæðu. Já, þeir eru aldrei hefur að tapa þessu leik, Liverpool. Þeir þekkja leikinn það vel. Viltu meina sem var að gefa okkur 2.36 annar? Já, ég held að Liverpool innan leik. Þú veist, þeir bara tapa þessu leik. Blöð segir í aftöfli, það gæti dottið. Herri, ég ætlaði að gefa ammó. En ég held að Everton vinna ekki hann leik. Það er ekkert þannig að við erum hættir að gefa ammó þó að gangi illa. Þó að ég hefði nelt þarna Þægiland stuðul 50 í gerð, sko. Já, þá verður samt gefið ammó. Það ekki? Já, við ætlum að gefa, hvaða stendur þarna? Stefán vissi að drykkirnir á fossinu verið sterkir en ekki svona sterkir. Vá, pakka saman ég var að vinna í gerðkvöldi. Það verður að pakka blöð saman. Það fær efru þessi strókar. Ég náttúrulega fekk púlaran á mig. Vissi að drykkirnir á fossinu verið sterkir. Þið sjá, Stefán Jón. Menn er að gefa blöð old fashion lest. Hendum efru á þess að gauðra. Þetta var ekki eitthvað illa með gegn Liverpool. Blöð þvæluleg.
Flögu bara, hann orðin komið allt Liverpool samfélagi á sig núna. Það stórhættulegt. Svakalegt, sko. En hérna, ég lapp ekki hérna út fyrir við smíðum 75 eins og við lofum. Já, við gerum það. Liverpool vinnur Everton á morgun. Já. Ég held það og þá gulltryggjaðir sitt meistardelda sæti, segi ég. Já, þú segir það. Við segjum Everton. Ef Everton vinnur þá er þetta bara orðið alvöru. Já, við viljum fá spennu í þetta maður. Ég segi X. X. Nottingham Forest Burnley, strákar, fyrir mig næsta leik. Ég get ekki beðið eftir honum. Nottingham Forest Burnley. Já, þetta er bara Nottingham Forest vinn. Við þurfum ekki að ræða Þetta er ekki nóg gott fyrir þig, spörsaran. Nei, þetta er bara agalegu leikur fyrir Tottenham. Nottingham Forest Burnley og Leeds Pælið því að Úlfarnir. Tottenham tapar þessu Brighton-leik og Leeds og Nottingham Forest vinna. Sem þau gera. Þá er þetta basically nánast búið. Það er bara Vestam. Já, þetta er bara Og Vestam vinnur Palace. Já, þetta er bara agalegt. Sko 7-0-5 á Burnley. Burnley getur ekkert. Ekkert. Nei, Forest er alltaf Sorry, þetta er bara win. Þetta er bara Nottingham Forest win. Já, Bara hundleðilegt. 7,0, það er eins og ég sé að keppi bíkarnum á móti liði í þriðjudel. Mækari, mástu við 7,05. vorum að heima á Burnley félagandur og fengum okkur a couple of beers, fórum í the Players Lounge. Já, og Harry Kane fekk mynda sér með okkur og Pochettino. Já, Harry Kane alveg þetta, mann eftir þeirri Vá. Tókum bólamynd. Harry Kane, Var sko, aldrei Harry að vera Kane, of tough fyrir bollann, þeir töpuðu 2-1. Ég er bara að segja sögur sem áður, þeir töpuðu Tottenham 2-1. Hann gerði sér samt ferð 40 mínútum eftir leik til að hitta Michael Gilson til að fá mynda sér. Það var Það almennileg. er bara ekta Kane, sko. Rosalega mynd. Hekta Kane, hvað þekkir þú alveg hvað? Ég er að finna þessa mynd. Verður Jackson á Akureyri Vestló, það er aldrei að vita. Hver var að segja þetta? Hver segir Mækari þegju? Herðu, Það er hægt að segja Mækari að þegja. Fæi Jackson Akureyri man of many poops. Það gæti alveg. En við hendum 100 eurur Já. á þennan snilling. Þið sjáu þetta stokkar hérna. Þið senda á Instagram þið fá eurur. Man of many poops. Ha? Veiði þættir. Jackson og Akureyri, poop. Það gæti alveg dottið. Herðu, ok, við erum samanlega þetta. Þetta er bara win Nottingham Forest. Stráka, Man City, Stadium, maður. Arsenal. Rosalegu leik. Mér finnst þetta einfalt, þetta er bara City win. City win. 1.91. Ég er bara partí hans er að fá einn af gamla hana. Ég er samlega því, ég held að City vinna þetta. City líta vel út núna, maður. Já, City líta vel út. Þetta er náttúrulega stærsti leikur vetarins. Það er eitthvað sem segir mér samt að þetta er svona ekta Arsenal gerir jafntefli þarna. Nei, sérðu samt, já ok, Arsenal konur undan úrslit náttúrulega í Já. hérna meistaradeildinni, gera það vel, en bara City er með reynslu, bara í nákvæmlega þessum leikjum þegar að lítið eftir að tíðanbúlunum búin að vinna þetta svo oft. Ég get lofaði því að það er minna stress City megin heldur en Arsenal megin fyrir þessu leik. Já. Alveg pottitt, ég held að City megin er bara meiri tillökun, það menur Arsenal er bara, erum við að fara að klúðra þessu, það er meira stress þar. Já, það er alveg klárt og City er með miklu betra lið en Arsenal. Arsenal er náttúrulega hundleðilegt fótboltalið. Þetta er jafnvel minst 1,5 hana í langskoti til að fara í 70. Og á að fara þannig með hvernig liðin er að spila. Já. En málega það bara Arsenal, X þarna er sigur fyrir Arsenal. já, X er alltaf bara frábær, þeir eiga 3 stig á þá og eiga til til að auðvelt prógram Arsenal eftir. Þetta er leikur. City þarf að vinna rest til að vinna mótið. En ef þið vinna hennar leik City, þá held ég vinni mótið. Já, ég er sammála því, þá er Arsenal, þeir eru bara... Nei, þá nægir City bara að vinna rest. Og Arsenal getur að gera eitt jafntefli. Arsenal menn í kringum mig, bara komur á óvart, þeir poppuðu vel upp þegar að byrja að ganga vel hjá Arsenal. Þeir eru alveg jafn ruglaðir stuðningsmenn Arsenal og United og Liverpool. Þetta er nánast bara... United, ég og Gilsar United, við Ég er erum ekki- ruglaðir sko. Nei, Það er ekki verið að blanda þér í okkar mál, sko. Er ég ruglaðir? Þú og Hjörvar kannski ekki að blanda okkur í. United, Liverpool, Arsenal. Þetta er eiginlega vestu stundin. Nei, Já, ég- það er Bestu- bara, ef þú við spáir í það- United menn eigum 2-3 einhverja, blöð og einhverja 2 viðbót. Bestu- Arsenal menn eru verri Já, Liverpool en gæðir. segja, bestu sem er alltaf bara, þú veist, og fylgjast með boltanum, Tottenham, við erum alltaf einhvern veginn bara, það er aldrei eitthvað Nei, og vesen 90% á United-gurum. Segðu þess að Gilsan, það þekkir ekki eins og leikmennina. Einhver leið. Þekkir ekki leikmenn, hann er með hann og hilsa. Já, þekkir ekki leikmennina, þekkir 1-2. Ert þú að spjalla við leikmann í United núna, Mækari? Ég er ekki að láta það bregða. Ég get sett Harry núna, saknaðinn, minn besti vinn og hann mun setja hjarta á. En hérna, ég er með stóra spurningu og þú verður að vera hreinskilin og svara satt. Já. Með hverjum ætlar að halda í úrvarsleitinu næsta ári? Þetta er pilla. Já, Nei, ef þeir falla- ég get alveg sagt þér það. Ég get alveg sagt þér og það er liðið sem ég tek alltaf í fútbolmanager. United? Það er Everton.
Þannig að þú er Everton á næsta ári ef að þeir fara Ég held alltaf með Tottenham, ég er hættur alltaf með Tottenham Það er ekki þannig föllum Mér finnst alltaf Ég er að velja mig lið núna í úrvalsdeildinni Ég er ekki 5 ára Mér finnst alltaf að hætta Blöð gerir þetta, Blöð er búin að halda með einhverju 6 eða 7 liðum í úrvalsdeildinni hérna á Íslandi sko. Það er samt bara 12 í deildinni KR, Val Aldrei haldið með KR Og nú er hann alltaf í Víkingur Það er með bæjar Hann er með bar Já, hann opnaði fyrir 2 dögum sko Víkingur fyrir svona 2 árum Ég er með 2 strákar sem að æfa með Víking Hann er búin að vera með stjörnuhúið þegar hann bjó í Garðabænum Nei, ég fór á 1 leik með Óskar Erni Þetta er ótrúlega sko en hann er búin að halda með einhverjum 5 og svo er sko Tindastólskæði fyrir ekki það er liðið samt er hann búin að halda með öllum liðum í efstu deild og það er aldrei verið Tindastól þar sko Ef við búum til núna langskot fyrir sunnudaginn hendum ég eitt langskot áður en bara fyrir helgina, viltu taka Nei, já, bara hvað sem morgundaginn Mér langaði bara eitt fyrir morgundaginn Ég lofaði með 75 Já, ég er að segja það, bara morgundaginn Já, settu þá bara mínus 1,5 á City Mínus 1,5 á City Já Tökum smá Tökum bara góðan sénsa Já, er þetta alltaf morgun? Já, tökum bara morgun Já, ekki endilega alltaf morgun Já, ok, blöndum þessu Já Settu bara Liverpool vinni Við verðum að okkar á öruguleiki Settu bara Liverpool vinna Everton Settu bara United vinni Þess að hann var líka daginn í dag Tökum bótið og skor á Chelsea United Við þurfum ekkert að fara í hérna Já, bótið og skor Já Það voru komið 12 Tottenham vinni Tottenham vinnur Tottenham vinnur leik Það voru komið 36 Það þarftu bara 2 viðbót Þetta er bara eitthvað tvist Þetta er allt öðrtinga til Þetta er bara Newcastle Það setur Newcastle hártu komið Já, Sörens Vá, strákar 75 Búm Herru, við 79 Þetta er eitthvað örugasta bet ég sé 79,96 Þetta er nefnilega betri segið Þetta er 39 eða 31 að dáðan Getur hérna Og ég bara ekki leikir. Strákar, en neglust í chati og þá getur hann pikkað þetta inn Já, allt komið Í kvelli Allt klart Þetta er svakalegt Strákar, fyrir mér loka leik dagsins sem er á mánudeginum Loka leik dagsins Auðun, þau sleppum þér út akkurat á tíma Crystal Palace West Ham Það er ekki spennandi leik Já, samt fyrir okkur tóttaramenn Jú, þetta geti bara verið krúsja leikur Algjör Já Og sérstaklega við tapir í Brighton Þá til að verðu þú fastur við límtur fram að skjáin hérna á mánudagskvöldi Ég ætla því miður að hallast að 1-2 sigri West Ham þetta Já Ég er bara skítrættur með West Ham, það er eitthvað mótsjó með þeim Crystal Palace sko áfram í sambandsteild þarna og þeir duttu í það Svo stöðki, já Þeir voru blind fullir á 5daginn Langt fram eftir morgun Já Ég er að Það segja háðu þér aldrei á vellinum Nei, það háið þeim, þeir eru ekki Mike sko. Mækan er bestur alltaf smá þinga Ég veit að Tottenham stuðningsmenn voru að pyrra sig yfir þessu Skýta að Hjammi hafi ekki heyrt af þessu En þeir voru sem sagt, hann gaf þeim Maður reynir að leiða svona frá sér hann gaf þeim leyfi til að hella í sig Og þeir voru að taka myndir af þeim Þetta bara undir morgun á aðfarn á 2 dags Þeir voru samt bara að vinna 8 úrslit En hann gerði þetta vist líka með Frankfurt Og þar unnu er síðan keppnina Þannig að hann heldur því En ég er sammála, West Ham vinnur West Ham vinnur, þú sammála mér 3-16 Já, ég bara gæti ekki verið meira saman Segðum bara Crystal Palace Já, það er svolítið Ég veit ekkert um þetta Ég er bara alltaf að þegja Þú veist að þessi lið er í sömu borginni Ég veit bara Bæði í London. ekki Þegar ég veit ekkert, það er bara alltaf kjæfti Þið veit ekki þetta betur Já, en veistu hvað borg þessi Það lið er er? bara ekki hugmyndu það Gæti ekki með það sama Þannig að þið kallið þetta Já, ég kallaði þetta, ég segi 1-2 West Ham því miður Herðu, hérna er það síðasta sem við ætlum að sjá í dag Örugur 14 Örugur 14 kallaðast þessi Hvað var ég með Leeds? Ég múkst en glema hvað Leeds aftur, bæðir skora Newcastle Það er eins aftur gott að Newcastle Þetta er sami seðil alltaf Mennóttir eitthvað rugglaður Þetta er alltaf sami seðil Þetta var sama Nei, sko, út af því að þannig er ég með yfir 2,5 ekki mjög 3,5 hann í tótt Svo gerir Leeds í aftöflu og það var allt Já, það var allt búið Allir selur Það var allt búið og við þurfum að taka nýjan þá Leeds er ekki að vera að gera jafn Þetta er allir seðlar eru farinir á fyrsta leik Það gerir mann bíla Strákar, ég ætla að henda 100 eurum á Elvar Þór Elvason 100 eurur á þig Blöðu farinn 1 Excel, herruðu maður sjá Settu upp Þú ert með BS-gráði þeim Ég reyndar það, sko að hafa 4 dottið á mér Strákar, Elvar Þór Elvason eurur og hann 100 eurur Herruðu, ef við erum að fara í Excel þá förum við í Brentford Fulham X Gefðu Newcastle jullur Bournemouth X Einnig að byrja jullur í tjátinu og kallaði evrur jöllu Chelsea hérna. Manchester United X Þetta er allt í dag á stemmingi þessu Þengi sjá þetta eins, hvað, 52 Við lofum 70 og við náðum að deliver Já, heldur betur Strákar, takk kjallaði fyrir að koma Takk fyrir mig Auðun, Já, Gilsari strákur til að Mækari. fóta Ég get ekki skilið það eftir
Gangi ég vel. Hvernig eru leikirnir búin að fara? Er hann búin að setja eitthvað mörk og eitthvað svona? Það ólíklegt. En nei, hann er áhugasamur. Það er gott. Herra, settið þú eitthvað mörk í yngjurlokunum? Já, er það grínast eða? Ég er með 15 mörk í 10 leikjum fyrir Fylki. Jammi er Í þriðja segur flokki. og topp. En segja okkur söguna þegar Gilsarinn Gilsari, maður, kom það inn var á. rosalegt. Ég var að þjálfa Augnablik og hún var að spila á móti IH inni í Smáranum og Gilsari var á Smáranum? bekknum. Þarna Fífunni? Þetta er 2000 og, getur þetta verið að sé 2009 6? eða 6 eða þetta er annað hvort það er eitthvað þar. Það er 2006 held ég. Nei, þetta er sannlega, já, 2005 örgulega. Já. Og svo er allir hann og allir vissi svona Gilsari, nú veist alveg, vissi allir hvað Gilsari var þarna. Sko. Já, það var nýkomin fram á sjónum. Já, kemur hann inn á. Á bekkunum við. Já, og það var alveg svona í okkar hóp, alveg svona, við vorum 1-0 yfir, sko. Gilsari ekki verið að gera neitt. Kemur á fjarstöng held ég, fær boltan, búm, neglur honum inn, 1-1. Það er svo leis. Tekur 3 stig af mér. Það er ekki flókið. Jöfullar að Tók 2 stig að þér. Já, Mér finnst leiðilegt að ég elska þetta lífinu hjá mig. Já. Mér finnst leiðilegt að ég hafa gert þetta. Já, ég bara, þú veist, þarna voru okkar fyrstu kynni. Fagnaðan. Já, fagnaðan, fór úr treyjunni og allt. Þetta var alveg rosalegt Kastaði fagn. treyjunni. Og það var í Manstu eftir þessu? svakalegu standi, Það sko. er ekki eitt þetta. Svakalegt, sko. Það getur verið að búta til, sko. Ég veit ekki hvað að tala um þetta. Herðu, býtum við, Guðmundur, helviti er allir huggulegir í dag, Guðmund góður, 100 € og Guðmund, síðustu 100 €. Takk kærlega fyrir okkur, við sjáum ykkur kl. 10 næst, nei, við sjáum ykkur í vikunni. Ég vil koma aftur eftir, sko, eftir Já. 4 vikur. Já. Síðasta lagi Já, 4 og vikur. þá verður aftur með eitthvað svona Og við erum að halda áfram að negla winners. Já, takk fyrir okkur.